Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 22 af þessu hlaðvarpi. Í dag held ég að ég ætli að gera það sem að ég talaði í síðasta þætti. Því þar nefndi ég að ég hefði alls ekki náð að tæma listan af öllu því sem að mér datt í hug að tala um þetta viðfangsefni sem að var það að bæta sig. Röddin mín nokkuð verri í dag heldur en hún oft, þannig að ég biðst afsökunar á því ef að ég hljóma einhvern tíma furðulega og eins og akkurat þarna að ég nái kannski ekki að skila öllum sérhljóðunum mínum rétt frá mér, eins og þegar ég reyndi að segja og þarna og það tókst ekki betur en þetta. Það sem ég hugsaði eftir að ég kláraði að taka upp og gefa út síðasta þátt var að ég náði ekki að setja nógu bein og skýr dæmi það hvernig maður mælir sinn árangur innan þess að læra tungumál og þá eins og að læra íslensku. Sem ágætlega fyndið af því að það var eiginlega það sem að átti að vera aðalpunkturinn í þættinum. En ég stiklaði á stóru, á mörgum atriðum í kringum það að meta sinn eigin árangur. En ég byrja þá kannski bara á því af því að mörg þeirra sem að fara að læra ákveðna hluti vilja endilega geta séð árangurinn sem að þau hafa náð. Að það sé eins og hægt að lesa það á grafi hversu vel maður hefur bætt sig. En hvernig maður gerir það eitthvað sem að ég hef fjallað áður, sem það að reyna að tölusetja gögn eða búa til mælanleg gögn það sem að maður að gera. Því miður það frekar erfitt í mörgum viðfangsefnum og í mörgum fræðum og þá sérstaklega þeim sem að eru ekki tengd eins og raunvísindum. Þar sem að það ekki hægt að, leysa vandamál með tölum eða útreikningum. Þú notar ekki mikla algebru í lögfræði eða heimspeki til dæmis og þá einmitt ekki heldur í tungumálum. En það sem þú gætir gert þá væri að komast að því hversu mörg orð heldur þú að þú þurfir að kunna til þess að ná einhvers konar ánægjustigi fyrir þig. Þetta gallað kerfi því það ekki hægt að segja að maður kunni eitthvað tungumál upp að ákveðinu mælanlegu marki út frá því hversu mörg orð þú kannt. En í þessu tilfelli þegar þú að vinna með þín eigin markmið og að reyna að mæla út árangur þinn, þá skiptir það ekkert endilega máli hvort að það sé skilvirkt eða rétt kerfi fyrir hlutin sem þú að gera. Þú að gera þetta fyrir þig. Þannig ef að þú færð mikla ánægju út úr því að vita það að samkvæmt þínu kerfi kannt þú núna 200 orð, 500 orð,
1000 orð, 2000, 5000 orð og svo framvegis. Þá endilega gerðu það. Nýttu þér þetta kerfi. Því að aðalatriðið og aðalmarkmiðið með því að gera þennan hlut, það að læra tungumál eins og íslensku, er að ná upp einhvers konar ánægju og öryggi innan máls, að þú lærir eitthvað af þessu og að þér þyki það gott að gera það. Því við sem manneskjur erum ótrúlega lélegar í því að gera það sem okkur þykir leiðinlegt. Auðvitað gerum við það. Það eru til hlutir sem að við verðum að gera, sem að okkur leiðist af því að þeir eru ekki áhugaverðir. Það að taka til heima hjá þér, klæða þig á hverjum degi, bursta tennurnar. Þetta eru hlutir sem að eru ekkert spennandi, en þú veist að þú verður að gera það til að halda þér gangandi. En allir þessir hlutir sem ég var að telja upp eru hlutir sem að þú lærir mjög lítið af að gera. Þú ferð ekki að búa til nýjar tengingar og nýjar minningar við það að gera húsverk sem að þú hefur gert 100 sinnum áður og 1000 sinnum. Það verður bara vani, eitthvað sem verður að gerast. Til þess að þú lærir hlut, þá verðurðu að hafa einhvers konar áhuga á honum. Þannig að til að tengja þetta aftur við það að búa til kerfi sem að hjálpar þér að læra. Þó að kerfið svari ekki einhverri köllun og tengist ekki því hvað það þarf til að læra tungumál. Ef að kerfið hjálpar þér að bæta þig og nær að gera hlutin skemmtilegri, að þú upplifir árangur og ánægju, þá endilega nýttu þér hlutin. Hvernig ég færi sjálfur að þessu væri að nota einhver dæmi endurtekningarkerfi fyrir það að læra stök orð. Og þá er ég að tala eitthvað eins og flashcard kerfi. Ef að þú ætlar að ná að læra og kunna 1000 orð í einhverju nýju máli, að þá færi ég að búa til þessi flashcards og setja þau upp í einhvers konar kerfi sem að nýtir sér útmælda endurtekningu. Það er að segja endurtekningu með ákveðnu millibili. I'm effectively trying to describe spaced repetition. Þannig að ég myndi búa til einhver mörg flashcards fyrir þessi mörgu orð og setja þau inn í kerfi. Þannig að ég er að lesa ákveðið mörg ný spil, ný flashcards á hverjum degi. Passa mig að taka ekki of mikið í einu. Ég hef gert þau mistök allt of oft áður. Og ákveða svo markvisst með sjálfu mér hvað þarf ég að muna mikið á einu korti eða við snúið hversu mikið má ég klúðra á einu korti, spili, flashcardi til þess að geta talið það að mér tókst að fara í gegnum spilið sem árangur. That I succeeded in remembering the flashcard instead of failing it. Á íslensku þá myndi ég til dæmis reyna að vera viss að ég viti kynið á nafnorðinu. Þá eins og við segjum til dæmis karl. Nafnorðið karl.
Ég myndi ekki bara reyna að vita að karl það sama og man. Ég myndi skrifa inn á kortið karlinn fyrir the man. Því að þannig næ ég að setja kynið inn í orðið og það verður hluturinn sem að ég læri. Ég læri ekki bara hvert orðið ég læri líka hvaða kyn orðið á sama tíma. Og þá, fyrir mig, myndi ég segja að það væri ekki nóg fyrir mig að hafa vitað hvað orðið þýddi til að segjum að ég sjái flashcard og það stendur the man og ég man, ég man að það karl, nú man ég ekki hvort að það sé kvenkyn eða hvorugkyn eða kallkyn og hugsa, ég held að það sé karlið, the man karlið og svo sný ég við og sé, nei, þetta var karlinn. Mér tókst þetta ekki. Ég fekk villu í kerfinu mínu. Þannig að ég náði ekki árangri þennan dag og þetta kort, þetta flashcard fer á sinn stað út frá því hvernig mér tókst að klúra því. Og innan flestra svona spaced repetition systems þá þýðir það að ég rifja þetta spil aftur upp daginn eftir. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þannig að svona færi ég að þessu með íslensku í litlu myndinni. Svo það að meta stóru myndina. Í svona spaced repetition system þá eru einhverjir nokkrir flokkar. Þar sem að þú manst orð og þú skoðar það aftur daginn eftir. Og svo einhverjum 2 dögum og svo kannski 3 dögum seinna og svo kannski viku seinna. Og svo stækkar alltaf þessi hringrás. Hvenær þú sérð spilið aftur fer eftir því hvað þú ert búin að ná því rétt oft. Það sem að ég myndi gera væri að hafa ekki of margar endurtekningar innan þessa kerfis. Segjum að ég fái flokka sem að eru 1 dagur, 2 dagar, 4 dagar, 7 dagar og svo kannski 10 dagar og svo ekkert meir. Ef að ég man orðið aftur þegar ég búin með síðustu hringrásina að bíða í 10 daga á milli þess sem ég sá orðið og að mér takist að muna það eftir 10 dagana. Ef að ég man hvernig flashcardið var eftir þessa síðustu 10 daga að þá það útskrifað. It's graduated. Og orð sem að ég fyllilega kann. Og sá bunki fer svo stækkandi með tímanum. Og eftir einhvern mánuð eða 2 mánuði þá þessi bunki farin að verða nokkuð stór. Hann farin að verða kannski 50 orð, 150 orð, eftir 3 mánuði kannski komin upp í 400 orð sem að ég bara svona fyllilega kann. Og þá myndi ég fara að mæla árangurinn minn út frá því.
það sem að þið hugsið kannski núna þegar ég er búin að segja þetta að í fyrsta lagi þá þetta mjög langur tími og í öðru lagi þetta kannski nokkuð fá orð sem að ég er farin að segja að ég skilji fyllilega þegar ég er komin þarna á loka punktin. En þú sem að hefur lært annað tungumál nógu vel til að skilja hvað ég er að segja í þessu hlaðvarpi, þá veistu að oft skilurðu orð og skilur setningar sem að inniheldur orð sem að þú kannt ekki 100%. Þú getur kunnað orðið 50%, 60%, 70% og samt skilið það þegar það kemur í samhengi. Þannig að það fer eftir því bara hvernig þú kýst fyrir þig að líta á hlutina, hvernig þú vilt mæla þína kunnáttu, hversu mikið þú getur sagst kunna innan málsins. Þannig að kerfið mitt er kannski mjög hægfara, very slow, og með mjög háan standard, með mjög háan þröskuld, a very high threshold. En þannig myndi það virka fyrir mig. Þannig að eftir kannski hálft ár kynni ég kannski ekki nema kannski 1500 orð í, rússnesku sem dæmi. En á þessu hálfa ári er ég búin að kynna mér ótrúlega mikið af orðum innan rússneskunnar sem að ég er farin að skilja hálfa leið. Þannig að ég skildi það ef að það kæmi upp í setningu í bók eða í töluðu máli. Ég væri kannski bara ekki komin á þann stað að ég gæti sjálfur nota það innan setningar þannig að ég væri fullviss að ég hefði rétt fyrir mér. En þetta myndi hvetja mig að sjá að það sem að ég hef gert yfir langan tíma skili mælanlegum árangri fyrir mig. Ok, mér tókst að tala aðeins meira þetta en ég bjóst við að ég næði, en það er bara fínt því að ég átti í rauninni bara 2 punkta sem að ég ætlaði að ná að tala í þessum þætti. Þannig að ég fer þá bara í næsta atriði og það er eitthvað sem að breytti viðhorfi mínu gagnvart framförum. It changed my perspective on progress. Og það er þetta japanska viðfangsefni sem að heitir Kaizen. Stundum kallað Kaizen philosophy. Þetta Kaizen heiti hefur birst í nokkrum kringumstæðum. Ég held að þetta þýði eitthvað sérstakt innan iðnaðar geirans eða viðskiptafræðinnar. Þetta er eitthvað svona buzzword sem að er hent inn á milli til þess að láta eitthvað hljóma mjög sniðugt. En þetta sem að ég ætla þá að tala sem Kaizen philosophy er vissulega eitthvað sem að er sniðugt. En allavega þá er þessi hugmynd frekar einföld, en hún kollvarpar aðeins hugarfari manns gagnvart því hvernig maður bætir sig yfir langan tíma. Hugmyndin er þessi. Til þess að bæta þig yfir langan tíma þarftu ekki að ná miklum árangri í einu. Til að bæta þig mikið þá dugar að bæta þig bara 1% á dag. Ok, það er tala þarna inn í þessu. Að bæta sig frá
að vera 100% í dag og á morgun ætlar það að verða 101% af því sem að þú ert í dag. Þá getur þú farið að pæla í því fyrir þig og það sem þú ert að gera. Hvað er eitthvað sem þú ert að gera það sem að þú getur sagt hvað þitt 100% er og hvað þú þarft að gera til þess að á morgun þá verður þú 101% af því sem að þú ert í dag. Því það hljómar ekki eins og eitthvað svo mikið. Þú veist, ef að þú getur gert 10 armbeygjur til dæmis og ætlar að vera 1% betri á morgun, þá þarftu að gera 10,1 armbeygju á morgun. Það er pínu lítill munur. Innan líkamsræktar þá er þetta oft þó nokkuð mikill munur og þú myndir ekki æfa þig svona að þú varir á hverjum degi að bæta þig af því að þú þarft að hvíla þig inn á milli. En þú getur alveg gert svona atriði með hugar viðfangsefni. Hlutina sem þú ert að læra. En af hverju tölum við þetta 1%? Af hverju er þetta ekki 10% eða 15%? Jú, 10 eða 15% bæting á milli daga endurtekið, trekk í trekk. Það er mjög mikið. 1% á dag hljómar eins og eitthvað sem er gerlegt. En málið er að ef að þú ert búin að reikna dæmið út, hvað heldur að þú sést búin að bæta þig mikið yfir heilt ár? Ef að þú bætir þig 1% á hverjum degi. Ég geti jafnvel farið í vasareikni og reikna þetta út núna. Það við segjum 1,01 í 360. og 5. veldi verður 37,8. Hvað þýðir það? Það þýðir að það 100% sem að þú ert í dag, ef þeir tekst að verða 101% af gerdagsins stöðu, þú kannt 100 orð í dag og þú ætlar þá bara að kunna 101 orð á morgun. Ef þeir tekst að gera þennan reikning og þessar framfarir á hverjum degi, þá verður þú 37,8 sinnum betri í hlutnum sem þú ert að gera eftir 1 ár. Þetta er það sem að heitir exponential á ensku, sem að á sér ekki nógu góða þýðingu á íslensku. En þarna sérðu að það þarf ekki að gera mikið til þess að ná stórfenglegum árangri. Ef að þú nærð að breyta því bara í þann hugsunarhátt að frekar en að taka stór og mikil köst og ætla að verða bestur í heiminum í einhverju á 1 viku. Það er ekki þörf á því. Því þú getur náð þessum sama árangri með því að gera bara aðeins betur yfir marga daga, yfir langt tímabil. Það að stunda það virkt, aktíft yfir langan tíma nær að skila talsvert meiri árangri heldur við gerum okkur kannski grein fyrir. Þannig að þetta hefur alveg breytt viðhorfi mínu og ég hef farið að vinna í því að nálgast mín markmið út frá vanasetningum, from the perspective of establishing habits, frekar en að ætla að einblína á eitthvað sem að er ómögulegt og ég missi áhugan á, af því að ég reyndi of mikið á mig á of stuttum tíma. Frekar að gera nógu lítið, nógu örugglega, nógu vanafast til þess að ég fái að upplifa árangurinn sem safnast upp með tímanum.
þá líður mér eins og ég hafi náð að koma því öllu frá mér sem að mér datt í hug að tala um þetta, allavega í bili. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.